þetta venjulega vinnandi fólk sem bara vinnur með höndunum og bara bara vakna snemma, vinnur fullan vinnudag, borgar sína skatta og reynir að halda öllu svona á floti og það löngu búið að missa húmorinn fyrir til dæmis þessum woke áherslum sem eru svo sterkar víða í fjölmiðlunum. Stóru fjölmiðlarnir allir í þessum réttrúna. Já, algjörlega. Engir ekki við þetta. Nei, og sama svo, mér finnst þetta samt vera að minnka í stjórnmálunum, eða svona, ég held að pendullin sé að svona svinga tilbaka, kannski helst komið óvart að vinir mínir í Sjálfstæðisflokknum sé einhvern veginn að reyna að elta woke, málfræðiruglið, en mér sýnist nú á nýjustu auglýsingunum að það sé verið að reyna að vinda ofan af því, en sko ég held að bara allt venjulegt fólk sé núna bara að hugsa heyrðu, nú eru bara raunheima vandamál að banka upp á hjá okkur. Það er bara verðbólga, vextir, húsnæðisskortur og svona mætti áframtelja, orkuskortur og þetta allt saman. Heyrðu, hættum þessari þvælu umræðu sem engu skilar nema einhverjum innbyrðis átökum og skautun, þó með ekki orð leiðilegt, en bara þessum átökum innan samfélagsins. Einhendum okkur í það að bara, auka hér hagsæld og bara tryggja að öllum geti liðið sem best í sínum eigin líkama. Þetta eins og svona, það er feministar í Úkraínu, þeir hafa verið fljótir að pakka niður í töskurnar þegar Rússland ruddist þar inn. Það er hægt því. En þessi mál sem eru eitthvað svona voðalega krúttleg þegar allt er í blóma, en þegar við erum með raunveruleg köldu hörðu mál, þá er þetta náttúrulega bara svona einhver heimatilbúin fórnarlambamenning. Ég bara, sjá nú bara í pólitíkinu núna, það er verið að eyða orku í þessi ókyngreindu klósett. Hvaða þvæla er þetta? Heyrðu, bara einhendið ykkur í því ráðuneytinu bara að tryggja við getum framleitt í orku. Ókyngreindu klósettin og orkan er í sama ráðuneytinu. Já, orkumálaráðherrann sem að skrifa upp. Já. Þannig að, og þetta það er ekki bara svona að þetta sé orðið svona smá svona pirringur hjá fólki, venjulegu fólki gagvart þessu rugli. Ég held að þá sé orðin svona alvöru pirringur gagvart í að stjórnmálin sé að elta svona vitleysu. Og við sjáum þetta nú kannski mest í þessum málum, woke-málunum öllum, loftslagsmálunum, sem er nú bara einhvers slags bara kirkja að verða, Þetta er bara business og víðar mætti líta,